Óperusöngkonan Aleksandra Tchernyshova hefur samið óperuballett sem ber heitið Ævintýrið norðurljósin. Þetta önnur óperan sem Aleksandra semur en óperuballettin verður sýndur í Norðurljósasal Hörpu þann 2. desember næstkomandi. Á sviðinu verða 80 manns ásamt Aleksandru, þar á meðal skólakór Stóruvogaskóla. Við litum inn á æfingu hjá kórnum og fengum Aleksandru til að segja okkur frá verkinu og æfingum sem standa nú yfir. Aleksandra, segðu mér aðeins frá æfingunni sem við vorum að hlusta á. Já, þetta sem sagt var æfing hjá skólakór, nýstofnuð skólakór og sem alla taka þátt í sýningu sem verður á sem sagt óperuballett fyrir börn og fullorðna sem heitir Ævintýrið norðurljósin. Og hún verður sem sagt sýnd 2. desember í Norðurljósasalunum. Í Norðurljósasal Hörpu, það mjög viðeigandi. En hvar fékkstu hugmyndina af þessari óperu? Sko það ég myndi segja norðurljósin og þennan fegurð á norðurljósum. Maðurinn minn ljósmyndari og hann hefur sem sagt oft farið út til að sem sagt mynda norðurljós og hann var með sýningu fyrir sem sagt 10 árum með norðurljósa sýningu í Skagafirði og þá hann var bara 2 mánuði að bara taka myndir og ég var, Jesús minn, hvað hann að gera og taka norðurljós. Så ég fór svolítið, mér finnst það svo fallið þessi norðurljós og ég fór svolítið aðeins að fræðast hvað þessi norðurljós, af hverju hann kemur og þarna svona fyrir 10 árum sem sagt út af fyrir raunin svona manninu minn og það svona þessi norðurljósin hans aðdáin, ég myndi segja það. Ég var eitthvað að segja, jæja, hver þessi norðurljós? og svo bara sjáum að það ekki, norðurljósin ekki til, allavega ég hef ekki séð, nema á Íslandi. Og svo fór ég að leita af sögum norðurljósin af því sem mig langaði að semja lag á sem sagt kvikmynd sem Jón, maðurinn minn, gerði, Töfrar himinsins. Og ég fór að leita af sögum og fann rosalega lítil á Íslandi. Og svo bara fór hugurinn og þú veist, mamma minn, hún líka hefur komið til Íslands, ég hef búið hérna cirka 15 ár og hún hefur komið og alltaf við vorum spjall, við vorum alltaf að labba út þegar norðurljósin að dansa og hún líka hellaði svo rosalega mikið, svo þetta var eitthvað svona fjölskyldu aðdáun til norðurljósina og hún svolítið mikið svona sögukona líka, búið til alls konar sögur fyrir börn, en hún samt, hún prófessorinn og fræðimaðurinn en þessi sem sagt, þegar við fórum að tala saman, ég sagði, mamma, þetta svo flott þessi norðurljós og mig langar, já, kannski getum við eitthvað búið til, þú veist, svona, af því sem það svo skrítið, það ekki svona til og við erum bara að leita, mig langar að semja óperu svona ástarsögu og þú veist, þessa sögu náttúrulega hérna á Íslandi trollar og álfar og alls konar skuggar og draugasögur og bara nefna álfadrottningu og já, svo það kveikti í báðum, mammu mína og mig og við fórum svolítið, við hefum aldrei unnið saman, svo þetta fór svolítið, já, af stað sem sagt fyrir svona 2,5–3 ár, eitthvað svoleiðis. Og þá á einum degi, þá mamma sendiði mér, þú veist, söguna. Og ég svona, já, vá. Og svo fórum við sem sagt já, hún var að spyrja auðvitað mikið og var að fræðast hverja álfadrottning svona meira íslenska sögur. Svo það byggt í raunin svolítið á sögum sem voru til áður. Svo þessi ævintýri norðurljósin. Og þetta sem sagt ástarsaga drollastelpu og álfadreng sem voru ástfangin. En segðu mér, þetta önnur óperan sem þú semur, svona fyrir óreyndan leikmann, ekkert mál að semja óperu eða? Ég sem sagt hefur verið í tónlistinni frá 5 ár og svona, ég ekki að auglýsa þetta en ég með 3 svona mastergráður í tónlistinni. En ég svona
Ég hef verið í óperunni frá því svona 16 ár. Svo mér finnst ég er nú 38, man aldrei minn. En svo ég syns að búin að vera svo lengi í óperunni og þessi heimurinn, hann svo hellandi, það mikið, það leikur, það tónlist, það búningar, það sviðmynd, það eins og allir sviðlistir að koma saman í einum. Það söngur auðvitað, þú veist, og svo syns að ég samdi þessu óperuballett, það ballett, af því sem sko, mér fannst á sínum tíma þegar ég var einsöngvari við óperuhúsi í Kíef og þá var ég að taka þátt í svona óperum fyrir börn og þá þegar var óperuballett einmitt með sko dansurum svona flottum, þá var það skemmtilegast fyrir börn.